Morgun einn þegar Villi vaknaði var hann viss að nú dytti hann í lukkupottin. Hann velti því fyrir sér á meðan hann klæddi sig og gekk niður stigann. Hvaða happ myndi nú hendan? Kannski gengi reikningurinn áfallalust í skólanum, hugsaði hann og borðaði vespugrautur sinn. Dippi, hrópaði hann, stelti hurðina á eftir sér og lagði af stað í skólan. Reikningurinn gekk ekki alveg slysalaust og þegar hann lagði af stað heim úr skólanum fannst honum þetta ekki hafa verið neitt sérstakur happadagur. En þá kom hann auga á steifu sem lá í vegarkantinum. Bra, þarna steifa, sagði hann við sjálfan sig. Hún færir mér áreiðanlega heppni ef ég fer með hana heim. Þegar Villi kom heim voru pappans og mamma að leita að einhverju í garðinum og hann sá að nú var tækifæri til að koma steifinu fyrir án þess að nokkur sæi. Hann laumaðist hljóðlega fyrir hornið og inn dyrnar. Það var diskur með sniglasultusamlokum á borðinu og skilaboð þar sem hann var beðinn að fá sér í svanginn. Von bráðar var Villi farinn að gópa í sér samlokurnar eins og hann hefði ekki bragðað mat í marga daga. Þegar hann var búinn með 3 samlokur og hálfnaður með þá 4, mundi hann allt í einu að hann hefði steingleymt steifunni. Hann tróð upp í sér samlokunni, tók steifuna og velti fyrir sér hvar hann ætti kominni fyrir. Hann litaðist í herberginu. Það var best að hafa hana í eldhúsinu þar sem allir sæja hana daglega og nytu góðu saf. Honum datt í hug að negla hana upp fyrir ofan arinhilluna, en þar var allt fullt af dóti. Þá datt honum í hug að negla steifuna á vegginn fyrir ofan spegilinn. Hann sótti hamar og nagla og dró síðan einn eldhússtólinn yfir að veggnum til að standa á. Þegar Villi landi á naglan, misti hann hamarinn og fekk hann beint ofan á fótinn. Ó, fóturinn á mér, bra! Eftir smástund var hann aftur kominn upp á stólinn og rak naglanum mikið högg. En hann misti jafnvægið. Hver snigillinn, hjálp, bra! Hrópaði hann og blakaði vængjónum. En allt kom fyrir ekki, hann datt kyllið flatur og fekk steifuna beint í hausinn. Ó, höfuðið á mér, bra! Hann var kominn í vont skap, en endurnar í andabæ gefast ekki svo auðveldlega upp. Hann steig upp á stólinn í 3. skiptið og lamdi nú ofurvarlega á naglan. Og nú sökk naglinn hægt inn í vegginn. Eftir 1 högg yrði hann kominn á sinn stað. En þegar að Villi rak smiðshöggið kom hluti af múrhúðinni ásamt naglanum og steifunni fljúandi beint í nefið á honum. Ó, nefið á mér, bra! Og skapið versnaði enn þegar að Villi sá alla óreiðuna. Bra, fjandinn hirði steifuna. Hann þeytti henni út í garðinn og hrópaði á eftir henni. Burt með þig, bölvuð ólán steifan þín, bra! En Villa varð ekki sel þegar hann heyrði sársaukar öskur utan úr garðinum og pappans æpti upp. Hvur skrambinn á höfuðið á mér? Og í sama bili heyrði Villi mömmu sína segja. Nei, hvað sé ég? Hér er peningurinn sem við vorum að leita að. Villi var auðvitað skammaður fyrir að henda steifunni í höfuðið á pappa sínum, en þar sem það var honum að þakka að peningurinn fannst, fyrirgáfu þau honum og gáfu honum stóra sneið af kóngulóarkökum með sniglakremi. Þegar að Villi var að sofna hugsaði hann með sér að steifan hefði nú fært honum heppni eftir allt saman. Góða nótt, bra!